Er svona eitthvað sérstakt í huga nú framundan 8. heimsmeistaramótið og 17. stórmótið og þú svona ferð að nálgast Guðjón Val. Já. Þetta er svona alltaf jafn gaman? Já, þetta er alltaf gaman og það er kannski líka það sem ég tek inn í þetta mótuna, bara afslega gaman og skemmtan mér að njóta þess að vera á mótinu og vera með gaurunum. Þetta er lítið breyst einhvern veginn, mér líður ennþá þessi 20 og sér leiðum fyrsta mót sko. Já, fiðringurinn alltaf svona eins þegar þessi stóru stundir nálgast. Já, það er bara gasalegu fiðringur í mann alltaf á þessum mómentum og þetta er eitthvað sem að dreymdi því að krakki að spila á stórmóti en að það eru svona mörg og eru svona margir leikir eitthvað sem ég óraði kannski ekki fyrir. Já, og leikindi 46 af 47 leikjum á stórmóti er náttúrulega stór afrek. Já, það er því norð, ég heit að og ég vonandi eitthvað eftir líka eins og ég hafi spilað með fyrsta landslið 2003, þá var komið nokkur ár síðan og einhvern sem sagði með þann daginn að Jude Bellingham var fæddur 2003 og árið sem ég spilaði fyrsta landsleikinn minn, þannig setja hans í samhengi en það er samt einhvern veginn lífið mér sjálf bara gerst í gær og finnst ég ná eftir, hvað sem þessi innanvallar og utanvallar sem handboltaleikmaður er leiðtogi og sem ég sem að labbast inn í þetta hlutverk núna sem svona aðeins að gasa gæjana og segja hvernig það var í gamla dag og endilega er eitthvað reynslan líka og gera góða hluti. Hverju þakkarðu þetta, Björgvin, að hafa, enn svona lengi sem leikmaður vegna þess að allt tekur þetta nú á líkamann, sko? Já, ég ætla bara að þakka skrokknum fyrir að haldast heilum og þakka konunum minni fyrir að gefa mér tíman í þetta, sko. Það er svolítið það sem þakklæti er, því þetta er ekkert sjálfgefið að geta gefið þessi tími í þessum aldri að sinna sér og sérstaklega í mínum tilviki, ég setti mér reglu fyrir einhverjum ára síðan að með hverju árinu ég leggja 5% meira á mig, vera 5% meira í marki, 5% meira í gyminu, 5% meira í allt og það þarf að bæti við 5% í 20 og ár, það var aðeins mikið prósentum þannig að það er meira lagt á konuna mína en við erum komið núna aðeins eldri börnin eldri með hverju árinu þannig að það var aðeins öldra fyrir hann að díla við heimilislífi þegar börnin var eldri en samanskapi bara, þetta er þessi skilningu sem allir hafa á umhverfinu mínu að ég get sinnt þessu og svo bara þakka ég það að ég hef ógeðslega gaman að handbolta. Það er bara það ástæðan fyrir ég ennþá að berjast í þessu. Í alvörunni gaman að mæta á æfingu hvort sem með Val eða með landsliðinu eða bara spila fótboltaæfingu eða hvað sem er. Það er mér gaman að láta kasta með bolta líka þannig að það er grunnurinn að þessu. Já, það er náttúrulega grunnurinn að hafa gaman að þessu sem lengst. Já, og meðan það er ennþá þá spila ég í 1-10 viðbót. Og líka svona kannski að líta sjálfa sér stundum gagnrýnum augum? Klálega og ég gengi mikla marga fasa með sjálfa mig og kannski sérstaklega með mig sem svona utanvallar, ekki bara handboltamannin mig, það er þetta að breyta taktíkinu, þetta breyta fótastöðu, handastöðu sem markmaður jari sko en svo það maður bara þróast sem karakter líka. Það var ungur gæi sem var tilbúinn að traðka öllum langt og í dag er ég þroskast ansi mikið og sé þetta öðru ljósi og myndar mér alltaf bara Íslanda árangur hvort sem ég er í liðinu eða ekki. Jú, og þú kemur náttúrulega inn á þeim tíma þegar þið náðuð topp árangri, það er 2008, það er svona fyrsta stórmótið? Já, algjörlega, það er fyrsta stórmótið mitt og frábær byrjun að byrja því, ágætis byrjun eins og Sigurður sagði. En jú, og svo veit ég bara, ég er komið með mann með mér í markið sem er einn af betri í heiminum og það er að byrja virðingu fyrir því hlutverki sem ég er líka að hjálpa honum því að inn í einn snýst það að við verðum saman sem flesta bolta og sem að ég er í markinu hann og eigum bara góð stórmóti og góða leiki og það er okkar markmið og svo það er ekkert alltaf tekist þá er það alltaf markmið hverja móti að skila mörgum boltum í hús. Já, liðið sem heild ná árangri? Já, það er alltaf stóra draumurinn og að ná einhverjum árangri og svo er þetta að setja mælikvarða hvað árangur er en í enn þá erum við stórþjóð í handbolta og ég hef alltaf barist í gegnum frá 2003, barist fyrir því að vera í topp 10, það stimplar alltaf inn á þessa tölu, hvað sem sé, við erum alltaf draumurinn að medalíur og alltaf en það sé alltaf markmið okkar að vinna riðilinn í sem núna, vinna riðilinn en það stimplar sem handboltaþjóð inn að vera í topp 10 á öllum stórmótum, það er eitthvað sem hefur verið langtímamarkmið hjá mér persónulega og sem var talað mikið þann þegar ég var yngri og við erum stórþjóð í handbolta og þetta leggjum við þetta mörgum þá til hægt að halda því áfram.